Við ætlum að setja okkur í samband við Grímsnes og Grafningshrepp og á línunni sveitastjórinn Ingibjörg Harðardóttir. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig hefur það í dag á þessum fallega föstudegi? Maður getur ekki haft það annað en frábært. Ekki gott veður? Það er 17 hitti og brakandi þurrkur alveg. Það nú aðeins skárað hérna heldur fyrir norðan. Já, töluvert. 3 til 6 stiga hitti. Já, manni finnst það nú frekar kalt á þessum tíma, sko. Já, það hefur ekki verið svona kalt í 22 ár, segja veðurfræðingar. Nei, ég trúi því alveg. Þetta er svolítið magnað. Þetta er svolítið magnað, sko. En við erum blíðuna hérna. Já, algjörlega, við getum ekki kvartað mikið. Nei, þetta er bara alveg frábært. Svona smá góla og alveg bara glampandi sól. Já, heldur betur. Núna á síðustu dögum þá voru fréttir það að Grímsnes og Grafningshreppur væri fjölmennasta sveitarfélag á Suðurlandi. Það er nú ágætis titill. Já, það er alveg hægt að orða það þannig. Já, en þarna er verið að meina með þá sumarbústaðabyggðu það. Já, við erum náttúrulega fjölmennasta sveitarfélag lands, eða þess að flesti sumarbústaðir í Grímsnes og Grafningshreppi á landinu. Og náttúrulega yfir sumartíman og þá náttúrulega fjölgar íbúðum alveg gríðarlega. Já. Og við sjáum það náttúrulega best á sorpinu hjá okkur, það vex náttúrulega í 4 mánuði ári alveg gríðarlega, þetta er svo fyrir 6-7.000 mánuða byggðarlag. Já, nákvæmlega. Og svo dettur það niður aftur í hina mánuðina, sko. Þarna eru sumarbústaðir, hvað eru margir bústaðir hérna hjá okkur? Það eru 2600-700 bústaðir. Já. Svona, þar á milli, tæplega 3000. Og talendur auslið, er fólk duglegt að flokka og henda? Jú, sko, það er nú sem betur fyrir flest allir voðalega duglegir að gera allt eins og á að gera það, en því miður þá er alltaf svona svartir sviður inn á milli. Já. Og það væri voða gaman ef að allir getur tekið sér aðeins á og svona setta sem á að setja í hvert gám, sko. Já. Það er svona, ber svolítið á því að það er ekki sett heimilissorp gamanna og þar fram með duggutunum. Já. Þetta er eins og með allt annað, það eru eins og segir svartir sauðir inn á milli. Það er það nefnilega og það er svona sorglega við að það eyðileggur alltaf fyrir öllum hinum. Já. Sem að að standa sig og gera vel og gera flott. Algjörlega. Það er meira þannig, en auðvitað það er alveg megnið af fólkinu sem að alveg stendur sem er príði í þessu. Það er glæsilegt. En það er alveg magnið á sorpi ykst alveg gríðarlega fyrir mæ til september, sko. Já. Trafikkin í sumarbústaðina, það hefst aðal trafikkin í maí, eða? Já, svona seinni hlutin í maí. Svona maí er alltaf svona, þá svona er heldur aukast, sko. Og ef að apríl er mjög góður þá svona kemur nú aðeins. Já. En júní, júlí og ágúst er alveg, náttúrulega, það eru toppmánuðin. Og þá er nú september svona, þá fer að draga úr og ef október er góður þá er hann svona aðeins líka. Já. Og þá er nú ansi mikið líf og fjör í Grímsnesinu? Já, alveg, svoleiðis bara, það er alveg fullt af fólki og sundurinn hjá okkur, það eru fleiri 100 manns alveg, allar helgar yfir sumari, sko. Í borg? Já. Frábær sundlaug og ég hef nú farið hérna nokkru sinnum og það er alltaf fullt af fólki hérna. Það er alveg stappað allar helgar, talum ekki að það er gott veður, sko, þá er bara sundlaugin bara allt og lítil, sko. Já, og í góðu veðri, þá er nú algjör steik hérna. Já, algjörlega, sko, sundlaugin, rennibrautin alltaf trekkir það, sko. Já. Hún gerir það. Bæði fyrir börn og fullorðna? Já, fyrir alla. Já. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er bara mjög gott. Svo séð hérna inn á heimasíðinni hjá okkur gogg.is að það verða tónleikar núna í Sólheimakirkju á morgun? Já, þannig að Unión. Já. Og það er menningarveisla yfirleitt allt sumarið eða svo sagt yfir þessa 3 mánuði á Sólheimum, þannig að það er mjög fjölbreytileg dagskrá. Já. Og alltaf eitthvað nýtt hverju helgi og það er 85 ára ammali hvaðan síðustu helgi. Jú. Þannig að það er alveg, það er alltaf eitthvað að vera þar og alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt og spennandi að sjá. Já. Og heyra. Nákvæmlega, alltaf gaman að koma á Sólheima. Alveg voða gaman og bara flottu staður og svona, það er svona, hvað maður segja, algjör hittapollur þegar það er gott í veður. Já, nákvæmlega. Og brosandi fólk, alltaf. Alltaf, það er nú bara alveg einstakt, þau eru alltaf svo yndislega þarna. Já. Þetta er frábært. Þetta er mjög gott. Eitthvað að lokum, Ingibjörg? Nei, bara allir að skella sig í Grímsnes og Grafningshrepp, það er alltaf gott að vera þar. Já, nákvæmlega. Minna svo Grímsæðindýrin sem var vikun eftir Vesturmann ekki? Já, við ætlum að kynast í þegar nær dregur.
Já, og ringir í hennar Laufey, formann kvenfélagsins í næstu viku. Ger það voru gaman að heyra í henni. Ef ekki, hún kennir ykkur Grímsævintýra þess. Já, en ég segi þetta bara gott í bili. Ingibjörg, sveitarstjóri, takk fyrir spjalli og eigðu góða helgi. Bara takk sömuleiðis, góða helgi. Takk. Já, bless.